Þessi fíkn hjá mér var að fara að trufla náttúrulega mitt daglega líf mjög mikið. Sem lítið dæmi það að ég 20 mínútur að keyra í vinnuna á morgnana og á þessum 20 mínútum núna upp á síðkastið var ég farin að reykja 3 sígarettur. Keðjureykja 3. Í dag reykja 67.000 Íslendingar að staðaldri. Reykingar eru aðalorsakavaldur ótímabærra dauðsfalla í heiminum og hér á Íslandi líka. Við vitum það til dæmis að af þeim sem reykja að staðaldri að þá koma helmingur það bil til með að deyja af völdum sjúkdóma sem beinlínis orsakast af reykingum. Þetta eru í stærðargráðunni 12 ár sem að tapast að meðaltali hjá hverjum einstaklingi sem reykja að staðaldri og það hefur verið reiknað út að þetta eru cirka 200-300 mannslíf á ári sem eru beinlínis orsökuð af tóbaksreykingum. Reykingar eru sjúkdómur sem að veldur heilsutjóni. Við vitum hvaða sjúkdómar þetta eru. Þetta eru sjúkdómar eins og krabbamein, sérstaklega í lungum. Þetta eru hjartaáföll og heilablóðföll og svo langvinn lungnateppa sem að 80% hluta til orsakað beinlínis af reykingum. Hjarta- og æðasjúkdómar eru algengasta dánarorsök Íslendinga og þar eru alvarlegasti áhættuþátturinn tóbaksreykingar. Við vitum það að á síðustu 30 árum þá hefur dánartíðni vegna hjarta- og æðasjúkdóma lækkað um 80% og það fjórðungur af þeirra lækkun skýrist af minnkandi reykingum. Í rauninni frá unga aldri fannst mér reykingalykt til dæmis ekki óþægileg. Við erum 5 systkini og mörgum okkar þótti óþægilegt þegar var verið að reykja í kringum okkur. Það var reykt í bíl sem að þetta náttúrulega algjörlega óhugsandi í dag. Mér fannst það aldrei óþægilegt og mér fannst það bara og var tiltölulega ákveðin í því að verða reykingamaður. Þannig að þegar ég fekk aldur til að kaupa mér tóbak og sígarettur þá 15-16 ára aldurinn byrjaði ég bara að reykja og mjög fljótt farin að reykja pakka á dag. Mér fannst það gott. Ég hugsaði með mér þegar ég var að byrja, fyrst að menn eru að þessu, þá hlýtur að vera eitthvað eftirsóknarvert við þetta. Og á tímabili kannski fékk ég eitthvað út úr því. Síðan þegar að svona árin líða þá fer maður að gera sér betur grein fyrir því að maður ekki að fá neitt út úr þessu annað en að losna við einhver óþægindi sem að hljótast af því að reykja ekki. Og ég hef stundum líkt þessu við að vera sífellt mál að pissa. Að þú þarft stanslaust á hálftíma fresti að fara á klósettið. Auðvitað má segja að það sé gott að pissa þegar maður algjörlega í spreng. En það auðvitað miklu betra að vera bara laus við það. Þannig að smám saman áttaði ég mig á því að þetta var orðið svona fangelsi. Þetta var orðið algjört helsi. Þetta var ekki neitt jákvætt í rauninni við þetta. Það var alltaf hugsunin, hvenær kemst ég næst að fá mér sígarettu. Það var óþægilegt að vera í aðstæðum þar sem ég gat ekki reykt. Eins og til þess að koma úr löngu flugi og vera að bíða eftir töskum á flugvellinum, algjörlega viðþolslaus að komast í burtu til þess að komast innan gæsalappa á klósettið að pissa eða þess að fá sér sígarettuna. Mér fór að langa til þess að hætta en ég sá það bara alls ekki fyrir mér að komast í gegnum einu sinni 3-4 klukkutíma á þess að reykja hvað þá heilan dag. Þannig að á öllum þessum 25 árum reyndi ég bara einu sinni að hætta og það kringur 19-20 ára aldurinn. Eftir það reyndi ég ekki eins og hætta því að mér fannst það algerlega útiloka mál að ég kæmist í gegnum 1 dag án þess að reykjast. Síðan fer þetta smá saman að hafa áhrif á líkamlegt þrek án þess að ég endilega kenndi reykingunum svo mikið það. Það alls konar merki eftir á hyggja sem maður sér sem eru þá rauninni það sem gerist að kransarnir til hjartans eru farnar að þrengjast, þannig að hjarta fær minna súrefni og þar af leiðandi þreytist maður. Ég skrifaði það alltaf á æfingarleysi. Ég hafði heldur ekki hreyft mig í sjálfu sér neitt síðan bara í framhaldsskóla í 20 ár og skrifaði alla þreytu og mæði á það. Að nú þyrfti ég að fara að taka mig á og fara að hreyfa mig og fara í ræktina og gera eitthvað sem ég gerði bara alls ekki. Og ég þreytti mjög mikið við þegar ég þurfti að reyna á mig sem ég gerði mjög sjaldan. Til dæmis ef ég hjálpaði manni að losna úr skafli og ýtti bílnum, þá var ég gjörsamlega uppgefin bara lengi og eftir. En svo verður þetta svona verra og verra yfir nokkra mánaða tímabil og ég fer svona að hafa meira og meiri áhyggjur af þessu
og svo má segja að það sé punkturinn yfir íð kannski hérna á Áramótabrennu hérna niður á Ægisíðu þegar ég er að ganga heim þaðan sem er ekki nema 200-300 metrar og ég þarf að hvíla mig á leiðinni bara því ég fæ of mikinn svona sviða eða svona sting hérna fyrir brjóstið. Ég tengdi það alls ekki við hjartað, mér fannst það meira að vera öndunarvegurinn og þá fór ég nú að hafa sambandið við lækninn og að láta athuga sko hvað væri eiginlega að gerast. Og þá kemur það bara í ljós að þarna er mjög líklega kransæðarnar orðnar alvarlega þröngar og hjartað fær ekki bara það súrefni sem það þarf. Þannig að ég er sendur í svokallaða þræðingu, bara mjög fljótt, sem að er eina leiðin til að leiða nákvæmlega í ljós ástandið á kransæðunum og í þræðingunni sem sagt er tekin röntgenmynd af kransæðunum og kemur í ljós að af 3 meginstofnum kransæðanna til hjartans eru 2 algjörlega orðnar stíflaðar og svo 3. er orðin 50% stífluð. Þannig að hjartað er bara nánast ekki að fá neitt blóð eða súrefni. Þannig að mér var ekki hleypt aftur út á spítalanum og viku seinna var framkvæmd aðgerð, hjávitu aðgerð, þar sem að æðar úr báðum fótum eru teknar og nýttar til þess að leiða fram hjá þessum stíflum í hjartanu, 5-föld hjávita. Og það má segja að ég hef kannski sloppið með skrekkinn að vera þarna búin að algjörlega stúta á mér líkamannum eða hjálpa til við það ásamt kannski einhverjum öðrum þáttum sem að skipta máli líka. Og einhver feginleiki yfir því, kannski blandið einhverja hræðslu við það að þarna væri bara komið að hendalókunum. Allavega gerði það að verkum að löngunum til þess að reykja alveg gersamlega gufaði upp bara á einni nóttu. Ég var þess að má segja heppinn að vandamáli hjá mér var eitthvað sem hægt er að laga upp að allavega vissu marki. Ég er náttúrulega sumuleyti gott að lenda í þessu ungur því að maður frekar sjaldgæft að fertugi menn lendi í þessu. En líkaminn er þá svona sterkur að takast á við aðgerðina og kannski fljótur að jafna sig. En að sama skapi þá kannski veit maður ekki hvað þetta endist lengi heldur viðgerðin og ég verð að passa mig núna. Það sem eftir er að reyna að sjá til þess að viðgerðin endist